ótrúlega fjölbreytt svið innan verkfræðinnar þar sem að viðfangsefnin eru bara mjög ólík, allt eftir áhugasviði nemandans og það getur verið allt frá verkefnum innan orkutækni, það getur verið heilbrigðisvísindi, það getur verið lífeyrisfyrirtæki, matvæla, framleiðsla, hönnun og nýsköpun og í raun og veru hvað sem er. Námið í vélaverkfræði byggist á grunnnámi sem þar hefur verið að kenna nemendum að læra stærðfræði og eðlisfræði og efnafræði og síðan eru verkfræðigreinar sem kom inn og þar má nefna eins og burðarþolsfræði, vélhlutafræði, varmafræði, varmaflutningsfræði, straumfræði, stýri- og reglunartækni og tölvustýringar og svo framvegis. Rannsóknin mín innan vélaverkfræði felst í að skoða nýtingu á jarðvarma til bæði rafmagnsframleiðslu og framleiðslu á heitu vatni. Og venjulega þegar við erum að skoða orkunýtingu á slíkum ferlum, þá viljum við einblína svolítið á sjálft framleiðsluferlið. Það sem ég er að gera er að skoða ferlið allt frá því að rannsóknarboranir hefjast yfir í það að virkjunin er byggð og svo yfir í framleiðsluna sjálfa og notkun á orkunni. Og þá er ég að taka með heildarlíftíma virkjunarinnar. Og við það fáum við umhverfisáhrif sem voru kannski áður falin og orkunýtingu eða orkunotkun sem áður var ekki tekin með í reikningana. Til dæmis er ótrúlega díselolíunotkun við boranir á jarðvarmaholum sem að bæði gefa frá sér mengandi lofttegundir við brennslu í borunum og er að ganga á byrðir jarðar hvað varðar jarðefnaeldsneyti. Þannig að þetta þarf að taka með í reikningin þegar við erum að gera svona orkugreiningu á svona stórum ferlum eins og virkjanir eru. Já, rannsóknir í vélaverkfræði, ég myndi segja hér á landi eru við hvað mest í rannsóknum í tengslum við jarðvarmann og í tengslum við þennan iðnað sem hefur þróast eins og það sem er að gerast hjá Össur, að það eru mörg verkefni sem við höfum verið að vinna í tengslum við og í samstarfi við Össur varðandi greiningu á koltrefjum, koltrefjafótum og annað slíkt. Hjá Marel höfum við líka verið að vinna verkefni varðandi bara bestun á búnaði og svo er náttúrulega jarðvarmaorkuverin, það sem er verið að hanna jarðvarmaorkuver, verið að greina jarðvarma í rauninni geiminn og síðan verið að hanna líka eins og safnaðar, skiljur og þá verið rannsóknin felst í því að geta gert líkön sem að herma eftir hegðun þessara kerfa til að það sé hægt að hanna það með bestu lausn. Vélaverkfræðingar starfa á ótrúlegustu stöðum. Það fer eftir áhugasviði hvers og eins vélaverkfræðings hvað hann vill starfa og sem dæmi eru orkufyrirtækin, verkfræðistofurnar, heilbrigðisgeirinn, lyfjafyrirtæki, matvælastofnanir og bara ótalmargt. Og það til dæmis við hönnun á jarðvarmaorkuverum, það við hönnun á búnaði fyrir fiskvinnslu eins og hjá Marel, það við hjá Össur, það sem verið að hanna gervilimi og hjá ýmsum, má segja bara iðnaðarfyrirtækjum, þar eru vélaverkfræðingar að starfa.